Við færum þér bestu þakkir fyrir ávarpið, Guðni, og falleg orð til keppnis. Það okkur dýrmætt. Það örlítið breyting á dagskrá, þar sem að hjá okkur í dag Ásmundur Einar Daðason og biður að fá að vera fyrr og við verðum að sjálfsögðu við því, Ásmundur, og hann mun flytja okkar ávarp. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti Íslands og góðir málþingsgestir. Já, það þannig áður en ég byrja að það vinnudagur þingflokks og það eru einu tími sem að ráðherrarnir mega ekki svíkja það að sitja með þingmönnunum, þannig ég fékk góðfúslegt leyfi til þess að koma hér og ávarpa ykkur og lofaði því að myndi koma svo aftur til þingflokksfundar. Bara að byrja á því í upphafi, ég held ég get ekki byrjað öðruvísi en að færa ykkur góðar kveðjur frá Guðna Olgeirsyni sem að starfsmaður ráðuneytisins sem hefur verið tengiliður við þetta verkefni frá upphafi. Og honum þótti ákaflega, ég talaði við hann í síma áðan og honum þótti ákaflega leiðilegt að komast ekki hér í dag vegna þess að ég verð að segja það að þegar mér var boðið að taka þátt í fyrstu lokahátíð stóru upplýsingakeppni sem ég mætti á fyrir nemendur í 7. bekk grunnskóla í Víðistaðakirkju í Hafnarfirði fyrir í vor, að þá sagði Guðni við mig: Ásmundur, ég skal lofa þér, þú skalt mæta og verta allan tíman, þú átt eftir að elska þetta sko. Og ég fer alltaf, bara við höfum alltaf mætt og verið, sagði Guðni og það orð að sönnu. Þetta að fá að fylgjast með þessari hátíð í vor og sögunni svo af þessu og geta kynnt mér það betur, að sjá Víðistaðakirkju þéttsetna börnum, foreldrum og öðrum gestum sem að nutu svo sannarlega stundarinnar. Og í öðru lagi þá einkenndist öll þessi umgjörð, þessa viðburðar af vandvirkni, virðingu og gleði sem segja má séu eiginlega einkunnarorð þessara keppni. Vandvirkni, virðing og gleði. Og síðast en ekki síst, þá var ógleymilegt að heyra nemendur lesa sögur og ljóð af mikilli vandvirkni og innlifun. Og þarna það hefur tekist með stóru upplestarkeppninni að búa til spennandi umgjörð fyrir vandaðan upplestur og framsögn sem skiptir afar miklu máli fyrir lestur og læsi almennt. Það sem sérstaklega vakti athygli mína á lokahátíðinni hversu margir drengir og stúlkur hafa náð góðum og vönduðum upplestri og framsögn. Og það voru ekkert síður öflugir drengir sem hafa náð góðum árangri hvað það snertir. Það sérstaklega ánægjulegt fyrir mig sem ráðherra málaflokksins að fá að ávarpa ykkur á þessu tímamótum þegar haldið upp á 25 ára afmæli þessara keppni sem að mun einnig marka breytingar hvað varðar miðlægu umsjón og umsýslu eins og aðeins var komið inn á hér áðan. Íslendingar hafa sýnt að þeir geta náð miklum árangri í umbótastarfi með samstilltum aðgerðum. Eitt besta dæmi sjálfsagt það afrek sem að unnist hefur á undanförnum 20 árum að draga úr tóbaks- og vímuefnaneyslu í grunnskólum og meðal ungmenna þessa lands. Þar hafa stjórnvöld, sveitarstjórnir, skólastjórnendur, kennarar, foreldrar, nemendur, íþrótt- og æskulýðsfélög, ýmsir forvarnaraðilar og sérfræðingar lagst á eitt og með skipulögum og vel grundvöllum samstilltum aðgerðum náð árangri. Á sama hátt hefur náð sá árangur að festa í sessi þessa stóru upplestarkeppni í grunnskólum land allt og efla mjög samstarf ýmissa aðila til að stuðla að vönduðum upplestri og framsögn sem mikilvægur þáttur móðurmálsins og einn lykilgrundvöllur læsis. Ég vil þakka röddum, samtökum vandaðan upplestur og framburð fyrir að standa þessu málþingi sem kjörið tækifæri til að rifja upp sögun á bak við þetta farsæla skólaþróunarverkefni sem svo sannarlega hefur náð að festa sig í sessi í grunnskólum landsins, bæði í 4. og 7. bekk land allt. Og mér sagt að af mér fróðari mönnum, og þá ég að tala Guðna vegna þess að hann segist hafa unnið í ráðuneytinu lengur heldur en að það hefur verið til, að það sé afar sjaldgært að verkefni af þessu tagi ná að festa jafn djúpar rætur í skólakerfinu og þessi upplestarkeppni hefur gert. Bæði stóra upplestarkeppnin í 7. bekk og svo í kjölfæri litla upplestarkeppnin í 4. bekk.
Og ég þess fullviss að þótt umsýsla verkefnisins verði ekki lengur miðlæg með þeim hætti sem við höfum þekkt undanfarin áratugi, þá munu öll sveitarfélög og skólar halda áfram með keppnina og þróa ókomin ár á grunni þess sem byggt hefur verið upp af öllum þeim sem hafa komið að þessu á síðustu 25 árum. Og segja það líka að þó ekki sé beinan samning að ræða við ráðuneyti menntamála framkvæmd keppninnar með sama hætti, að segja það að þá munum við að sjálfsögðu styðja við þetta verkefni með einum eða öðrum hætti verði til okkar leitað. Þannig að þið megi vita það sem eruð í forsvari allt í kringum landi fyrir þessu verkefni að við viljum koma að því og styðja við það með ráði og dáð þó að umsýslan sé að breytast með þeim hætti sem gert ráð fyrir núna. Ég vil bara aftur þakka þeim sem riðu á vaði fyrir 25 árum og hafa náð að festa þetta í sessi og ég held að við getum bæði af verkefninu sjálfu lært margt það hvernig við getum breytt kúltúr og breytt þróun með það hvernig innleiðingin á þessu verkefni hefur verið og heimfært það yfir á margt annað sem við erum að gera í málefnum, bæði í skólamálum og málefnum barna á Íslandi. Takk fyrir mig og til hamingju með daginn.